og þá bjóðum við bara að koma. Þarna hún, já. Gjörðu þetta. Halló, heyrist þið þessu? Það er gamla konur að komast um þetta svið. Hæ, ég heiti Elva og ég er búin að vera skemmta svolítið mikið fyrir öryrkja undanfarið. Þannig að það eru allir hérna að koma með hundi og ég allir bara, þið gæti mögulega verið búin að koma þrisvar á skemmtifræmi núna á svona síðustu vikum, sko. Því miður þá uppfærist efnið mitt ekki, þau uppfærist svona afleika á Dagskrárnar RÚV, en það heitir það svona mikið. En ég ætla að segja ykkur já, þið bara reyna að hlæja samt. Ég veit þið svo kurteis að þið fengið það bara. En ég er með rosalega mikið túrætt og ætlaði að bara biðja ykkur burtséð frá því hvort þið heyri mér 500 sinnum eða hvort að ég er að gera klækja upp á sviði. Það hefði mér rosalega vænt þið myndi bara hlæja með það. Þess að annars stend ég hérna eins og hámyndi og er að gera klækju og þið verður bara vandræðaleg og sittar og húlka allt þegar þeim. Það er svo töff. En ég geti bara svona plagað og hún bara heldur áfram. Já, ég veit ekki. En já, þetta er svolítið uppistand fyrir þá sem ekki voru búin að átta sig á því. Það er uppistand. En já, ég ætla að segja frá því. Ég með rosalega mikið túrætt og það hefur ekki alltaf þótt mér rosalega töff að vera með túrætt. Það hefur ekki þótt eins töff eins og það þykir í dag. Í dag náttúrulega er ég búin að koma svo svolítið á kortið, búin að vera svolítið mikið í fjölmiðlum og svona og ég er náttúrulega óneitanlega mjög töff og fólk er svona að leitast eftir því vera eins og ég og er svona þú veist, reyna að fá kæki og svona. Ég hef alveg fengið eftir því í kringum mig og svolítið vandræðalegt. En og þú veist, það gerir þetta enginn eins vel og ég, það er bara málið. Ég er alltaf gaman að þetta fólk segir með mig svona, já, þú hefur pröfað að hreyfa þig. Og maður bara, fyrirgeðu, sérðu mig eða? Hef ég pröfað að hreyfa mig? Já, svona það bil allan daginn meðan ég er vakandi, þá hreyfi ég mig. Og ég held að skortur hreyfingu sé ekki mitt vandamál. En það er nú þetta þannig, fátt er svona öllu illt að ég vil halda því fram að ég er ekki sérlega dugleg við að hreyfa mig í þessu klassíska skilningi og ég verð með alveg hræðilegt mataræði. Að ég vil meina það að kækjum mínir haldi mér svona cirka í kjörþyngd, þannig að ég eiginlega veit ekki alveg hvort ég vil eitthvað að þeir fari, þá bara þegar það er stúd og taka heiminn. En þetta er svona, já, ég ætla að segja það að það verður túrætt, það hefur ekki eins og segja alltaf þótt svona töff og í gamla daga það var svona, hvað ég segja, á miðöldum til dæmis. Ég sé að þú manst eftir því hérna, sér já, þetta alveg ég var að tala það, sko. Að þegar svona, eins og segir, spænski rannsóknarrétturinn var hér og það var svona gaman, sko. Að þá vorum við tekin og við vorum að tala andseti, það var bara þannig. Fólk með túrætt var bara andseti en þeir voru ekkert rosalega vel að sér sjúkdóma miðtaugakerfinu á þessum tíma og bara sjúkdóma almennt og já, nóttið þið að hlæja. Nóttið þið að vera bara í kasti, bara sjá hvað þetta flýg og en já, að þeir sem það tók okkur og brend okkur á báli. Við vorum bara sett í sama flokk og konur sem kunna lesa og skrifa. Við vorum bara brend á bálinu og það er allar nornir og þetta var svona svakalegt. Þannig að við vorum alltaf handandi djöfulsins og örfendir.
sem ég reyndar held að sé hangandi djöfulsins, þú veist, mamma mín örvend, þannig að, þú veist, ég var ekki að segja henni meira það, alltaf kvartandi, þessi pennar í stórmörkuðum aldrei fyrir fólk, aldrei fyrir örvenda, það er svona keðja, þá þú alltaf svo tegjana, þetta er bara endalaust tuðaður sér, þetta er bara svona tuð barnæsku minnar, að hlusta á mömmu tuða þess að helvitis keðju í stórmörkuðum. Mjög leðilegt, en skæri ekki fyrir okkur og við getum að gera upp og ógeðslega leðilegt. En já, við varum sem brenda báli og þetta var svona fjölskylduskemmtun þá daga. Það var svona við fyrir þetta í húsdýragarðinn. Það var bara, jæja krakkar, nú henging, svona 2 og síðan fyrir við að brenna bara beint í framhaldinu. Börnum bara, nú komum við suð í póka og bara ótrúlega með þetta, skilji. Og þau voru ekki að nammi í barinn, þau voru bara, tókum við þessi súrt slátur og voru bara svona sátt og já, þetta var svona. Og málið það virðist vera sem að enn þann dag í dag, það sé einhver sem telja að við séum andsetin og eflaust bara flestir hérna inni. Því að þetta er bara svona djöfla samkoma, öryrkjabandalagið, bara hvað er það annað en bara andsetið fólk að hittast og brugga yfiráð, heimsyfiráð. Bara, já, nú komum við og völdum yfir einhverju hjólastólunum, bara, fólk er að kremjast svona undir hjólastólum, ég sé þetta alveg fyrir mér. En sko, ég veist það komið nýja klippingu svo ég get svona sveifla háruna. Ég hef lent í því sko að þegar ég var að byrja, strákur mér var að byrja á leikskóla, þá var einn leikskólakennari, þá var með sítt hár sem var alltaf að rækta fyrir mig, hvað er aðeins að kona, hún alltaf sveiflandi í háruna á sig. Þú veist, það er svona eins og ég væri úr svona montinn með hára, alltaf hérna eitthvað. Hún var bara, wow, þú veist, ok, þú varst með sítt hár, við náum sér. Ég ekki slá vandræðar, svo eina vinkonur sem heldur frá mig, ég sé ekki með túrett, hún heldur frá mig þessi svo sjúklaða tortrygginn, ég sé alltaf hérna. Alltaf okkur þegar ég sé alltaf mig, en þetta er, já, þetta getur alveg verið. En já, ég ætla að segja það að þegar ég kom fram í sjónvarpi og var að væla, það er bara þannig, allir hérna hafa vælt, ég veit það. Þú veist, öryrkjar, það er bara þannig. Við sitjum bara á vælum allan daginn, milli þess að við störum á hvíta veggi og horfum á RÚV. Ég get náttúrulega ekki verið með stöð 2, þá fyrir náttúrulega bara þjóðfélagið á hliðina. Það bara fréttist að öryrkja við stöð 2, bara guð minn góður, öryrkjabæturnar eru alltof háar. Það var náttúrulega Pétur Blöndal að fara í málið og rædda þessu. Við vitum það náttúrulega að þjóðfélagið er að fara á hausinn út af því að við erum fá svo háar bætur. Það er bara þannig. Þetta er allt okkur að kenna. Ef þau myndu bara skjóta okkur, þá er bara fjárlagahallinn sannlega úr sögunni. Þannig að þið getur bara farið að sofa með það á samviskunni í kvöld að þetta er ykkur að kenna, allir hinir að svelta, skilji. En já, en sem sagt, já, ég var væl í sjónvarpinu og í kjölfarið af því þá fékk ég samt að bækling heim til mín. Og á honum stóð, hvað segir Jesú? Já, ég bara veit ekki. Ég fór að velta þessu fyrir mig. Hvað segir Jesú málinn? Og mér fannst þetta bara svona forvitinn spurning, hvað ætlar hann að vita túrist og svona? Og þannig að ég fór og ég las allt sem að Jesú sagði, allt. Og ég reyndi að byrja það svolítið vitlausum stað, ég byrjaði á Gamla testamentinu. Það er alveg sjúklega leiðilegt, það er alveg bara svona, ég gafst upp þegar var byrjað að tala um að Guð elskaði ekki menn sem borðuðu rúsínubrauð. Ég bara, já, ok, frábært. Ég reyndi að skil það alveg og sagt þetta eldaðar rúsínur eru ógeðslegar. En ég skil alveg að Guð hafi verið svona að reyna að forða okkur frá því að borða þetta. Bara svona, ég elska ykkur ekki að borða þetta. Þetta er bara ógeð, en þetta er jólakökur, maður er bara svona, súkkulaði beitar, svo bara, nei, þetta er rúsínur. Þetta er ógeðslegt, en það er alveg önnur saga.
en síðan las ég Nýja testamentið og las allt sem að Jesús sagði og það bara þannig að hann vissi ekkert Tourette, hann vissi ekki neitt. Hann vissi ýmislegt holdsveikin og hvernig að reisa fólk frá dauðum, hann var góður því, en hann vissi ekkert Tourette, þannig að ég gef svo sem ekkert mikið út fyrir þessi spurningu. Þannig að en sko talað holdsveiki, holdsveiki mér svolítið leiðilegt þess að búa útrýmanni úr heiminum, við svolítið svona fyndin sjúkdómur sko. Að þeir eru bara svona rotnandi, bara lifandi, bara, finnst eitthvað það fyndið það? Mér finnst það bara svona, já, ok, hugsa ykkur að vera með Tourette og holdsveiki, þeir eru bara á fullu og bara húðin er svona að spýtast bara allt og nef, eitthvað bara, þetta er pínu vandræðalegt sko, ég veist þetta sjúklega fyndið, en ég fann einu svona á netinu, svona síðu þessum einhver maður hafði búið til og það var holdsveiki Barbie og holdsveiki Barbie var þannig að maður svona ítti með músir að takka og þá mistu útlimina og bara svona datt önnur hendin og síðan hinn hendin og síðan fæturnir og svona öll í svona kaunum og svo kom bara svona Jesú á himnalóan og maður gæti byrja á nýtt og þetta var svona bara ógeðslega skemmtilegt og ég var bara í þessu allan daginn og var bara Barbie, þau drepa staðalímyndina, þetta var mjög djúpt hugsað hjá mér sko en þessi maður, hann hafði nefnilega líka búið til Tourette-syndrom Barbie sem að ýtir undir þá kenningu mína að ég er bara sláandi lík Barbie eins og ég segja ég er með leggi hingað og stór brjóst og þetta síðan ljósa ok, ég veit ég er kannski aðeins meira lík Múmínpabba svona með stórt nef og bumbu og svona föl en já, Múmínpabbi, hvað er Múmín? Getið þið sagt mér það? Veit eitthvað hvað Múmín er? Múmín er, þú veist, eitthvað svona fígúra sem er eins og draugur, hafið þið horft á Múmínálfana? Einhverjir þeirri sem þekkir Múmínálfana? Þetta er náttúrulega mest creepy barnaefni í heimi. Þú ert að skrifa einhverjum finnskum þunglyndissjúklingi sem að, þú veist, bjóð til einhver svona barnaveröld sem er bara geðveikislega creepy og ég átta mig ekkert á fjölskyldutengslunum þarna, sko. Þú veist, það er Múmínpabbi og það er Múmínmamma og það er Múmínsnáði en síðan kemur allt í Snorkstelpan og hún lítur alveg eins út og Múmínpabbi og Múmínmamma en hún heitir samt Snorkstelpan og ég held hún eigi ekki heima með þeim en ég veit samt ekkert hvar hún á heima og mamman er eitthvað pínlítið heft sko eina sem hún getur gert er að baka pönnukökur og hella á kaffi við takmörku svona í eldhúsinu til dæmis og það er alveg sama hvað þau gera, hún fer alltaf á býr til pönnukökur og heldur upp á kaffi, það er alveg sama hvað þau eru sko. Síðan horfði ég einhver þátt með strákum mínum daginn þar sem þau fóru á einhverja eyju og ég var bara, ég dónast úr hræðslu. Það var einhverjum fígúrur sem heitir hattifattar, að við séum hattifattana. Þeir eru mjög creepy, þeir eru svona mjóir og svona leiðast svona einhvern veginn eins og draugar og þetta á börnum bara finnast svona skemmtilegt og það heyrir svona þegar þeir hreyfast. Þetta var ógeðslega creepy og síðan er þessi mjög undarlega fígúra sem heitir Hemúllinn. Hvað er Hemúll í alvörunni? Þú veist, hann er með svefnsýki, hann bara sofnar allstaðar og það er alltaf bara alltaf svona lappandi á honum og hann er klárlega með árætt og þráhyggju vegna þess að hann, þú veist, hann er að safna öllu. Hann safnar öllu bara, blómum og frímerkjum og er bara með svona árættu fyrir því, sko. Og þetta er bara svona sama safna með furðulegum verum og ég ætla að enda það á henni Míu litlu. Vitið hvað Mía litla er? Hún er svona pínu lítil, alltaf með hárið svona toga aftur eins og svona nasistafóringi og tala svona! Hann er bara ógeðslega leiðilegt. Kvikindi, ég væri búin að gera bara svona ef hún væri alltaf í eyrun á mér bara og væri til að þegja. Og síðan höfum við einhverja kengúru. Þú veist, ég get ekki betur að segja þetta sé kengúra. Hann heitir Snappi og er svona bara kengúra og það hrættu það. En þetta er svona múminálarnir og þetta er bara mjög furðulegt barnaðarinn. En þetta er allavega út úr, ég er sem sagt líkist Múmínpabba, ég veit það.
En Tourette syndrom Barbie, hún var eitthvað pínlítið skrítin. Hún augun á henni svona stóð á styrkum og hún svona gargaði svona og síðan blótaði hún mig mikið. Hún talaði upp á myndinni særingamaðurinn sem að ég vil nú helst ekki hafa það eftir hvað hún sagði það var mjög dónalegt. Þú séð særingamanninn reyni. Já, flestir. Það er náttúrulega allir reynt að særa úr sér en það ekki láta særa úr sér. Veikindin. Er ég einum það? Já, vandræðalegt. En já, það þurfti svo að loka þessum síðum þess að það voru einhverjum holdsveikir sem tóku þessu illa og þeim bara fjallist hendur yfir þessu. Hendur þetta ekki, sko. Þú veist, holdsveikir alltaf bara ekkert að vera á internetinu. Og öryrkjar bara almennt, ég meina, þú veist, við erum alltaf ekkert að vera með netið. Við þurfum ekkert að vera eitthvað í umheiminum. Og við erum alltaf bara að stara á vegg og RÚV. En hvað með RÚV? Sáuð þið, það var þýsk sjónvarpsmynd á dagskrá í gærkvöldi á föstudagskvöldi. Á það ekki alltaf að vera á sunnudögum. Ég bara, þú veist, þeir eru eitthvað aðeins að ruglast. Ég náttúrulega skil ekki þýsku svo ég slefti náttúrulega bara sjónvarpinu. En já, þetta svona og ég ætlaði svona endilega að segja ykkur frá því að ég hef átt dýr, ég ætlaði svona að segja ykkur smá svona kynferðislegt, ég vil samt að reyna að vera ekki dónalegt, bara þetta er mjög pen. Og ég hef átt dýr, ég hef átt hund og ég hef ketti og svona og ég tek eftir því að þessi dýr að þau liggja bara, þau veit, einhvers staðar út á gólfi eða upp í sófa eitthvað og þau eru svona að þrífa sig. Það er það sem þau segja okkur, já, ég er að þrífa mig, og síðan bara byrjaði allt í einu að steikja sig, að neðan, skiljið. Og okkur finnst það bara allt í lagi, við erum bara, já, heyrðu, þú ert bara þarna að steikja púkinn, ok. Við erum ekkert að kippa okkur upp með það. Kippa okkur upp með það, það var svona orðagrín, ég kippa mér upp með hluti, allavega, já, og þau bara eru í þessu og við bara ótrúlega sátt. Og málið er það að ég held að ef Guð skapaði okkur, segjum það, hann hafi skapað okkur heiminn allt þetta, að það hafa hann með vilja gert það þannig að við gætum ekki sleikt okkur okkur hér. Vegna þess að þá hefði líklega bara ekki orðin þróun í heiminn. Það hefði bara allir kallmenn setið og stannandi tré, sleikt þessu púkinn. Það væri svona í fyrirtækjum fyrir það voru svona reykherbergir. Það væri svona pungsleikingaherbergir. Það væri alltaf bara, já, við erum búin að vinna hérna í hálftíma, þetta er svona og aðeins að sleika púkinn, allir bara, jú, og það er glaðir, svona bonda yfir þessu. Og þannig að ég held að þetta hafi vísvitandi verið haft svona. En ég held að feministafélagið ætti samt að taka þetta upp hjá sér að beita sér fyrir einhvers konar lýtaaðgerðum sem að gera karlmönnum þetta kleift. Og meðan þeir væri bara uppteknir við að steikja þessu púkinn, þá getum við tekið yfir heiminn. Takk hérlega fyrir mig og eigið góðan kvöld.